Hvað finnst þér eftirminnilegast frá Suðurnesjum á síðasta ári? Það náttúrulega mjög eftirminnilegt að atvinnuleysi sé að fara minnkandi. Og svo finnst mér reyndar eftirminnilegast öll þessi umræða og jákvæða umræða unga fólki okkar og íþróttirnar. Það bara mikill gangur í unga fólkinu okkar og þau eru að vinna til verðlauna og eru í landsliðum og mér finnst það mjög jákvætt. Og við erum til dæmis með 3 úr garðinu núna, til dæmis Júdamann Njarðvíkur og knattspyrnukonu Keflavíkur og fimleikamann Keflavíkur, öll úr garðinum, sem náttúrulega bara frábært. Svo höfum við verið að vinna margt jákvætt í garðinum og á árinu opnuðum við glæsilega íþróttamiðstöð eða aðstöð, líkamsrækt aðstöð og það fullt af fólki að sprikla sem mjög jákvætt og já, svona til að telja eitthvað úr garðinum. Hérna Suðurnesjum? Jákvætt á Suðurnesjum? Já, íþróttafólki, það kemur náttúrulega líka margt hérna og jákvætt á Suðurnesjum náttúrulega bara þessi ferðamannastraumur náttúrulega jákvætt fyrir öll Suðurnesin, engin spurning. Hver fannst þér vera mest áberandi Suðurnesja maðurinn á árinu? Mér fannst enginn einn áberandi. Auðvitað náttúrulega þeir sem eru í pólitíkinni eru oft áberandi, fá mesta umfjöllun. En mér fannst svona margir kannski svona, langar að nefna kannski bara nokkar svona áberandi á sínu sviði. Og fyrsta langar mér að nefna Kristínu Júla Kristján sem kemur á garðinum og kom fyrstu edduna í garðin og ég veit ekki hvort hann kom með hana bara á Suðurnesin en fyrir Gerfi í Vonarstræti. Sigurður Guðmundsson, lögreglumaður, hann hefur líka verið mjög ötull fyrir félagið Nes, íþróttafélagið Nes og vann meðal annars hvatningaverðlaun íþróttasambands fatlaðra núna á árinu, mjög jákvætt. Já, Arnór Ingvi líka, knattspyrnumaður, mér finnst hann frábær knattspyrnumaður og sannarlega svona góð fyrirmynd fyrir ungu strákana hérna á öllu svæðinu og bara frábæri taktar hjá honum í Svíþjóð og komist í landslið. Og svo líka bara allt þetta fólk sem að vinna bara dagsdaglega hér á Suðurnesjum af frábærum verkefnum, af miklum metnaði og eldmóði og það það sem skiptir okkur mestu máli held ég, fyrir okkar samfélag hér á Suðurnesjum. Hver fannst þér vera svona stærstu málin á svæðinu, á Suðurnesjum öllum á síðasta ári? Óneitanlega stærsta málið, fjárhagsvandamálið í Reykjanesbær. Hún fekk náttúrulega miklu umfjöllun. En ég ætla nú að leyfa þeim að svara svolítið fyrir það hérna í Reykjanesbæ. En það hefur auðvitað óneitanlega áhrif á allt hérna á svæðinu. Og auðvitað líka bara ferðamannastraumurinn. Hann hefur líka stór áhrif á hérna allt svæðið okkar. Og mér finnst það svona hafa verið stærsta mál og verður náttúrulega mjög stórt mál. Og við sjáum það líka svona bara í uppbyggingunni núna sem að vera við Rósesfellstorg í landi Garðs. Að þar mun verða mikil uppbygging og rauninni bara sprenging. Og við þurfum svolítið að huga því við Suðurnesjamenn hvernig við ætlum að takast á við þann vanda. Og við þurfum að vanda okkur. Og við höfum verið að vinna til dæmis út á Garðska og þið hafi nú tekið viðtal Magnús bæjarstjóri okkar það. Og við höfum svolítið reynt að leggja áherslu á að vanda okkur í því verkefni. Það hefur líka tafist aðeins af því að við erum að vanda okkur og við viljum gera vel. Og ég held að við á Suðurnesjum þurfum að huga vel að gæði í öllum þessum ferðamannastraumi og góðri þjónustu og persónulegri þjónustu. Gera eitthvað sem að tengist upplifun. Og við verðum að vanda okkur því að öllum þessum tækifærum sem felast núna í þessari uppbyggingu þá líka fullt af ógnunum. Og ég sé ákveðna ógnun líka í því að verður meiri brotthvarf úr framhaldsskólum okkar að það svo auðvitað að fá vinnu. Og við þurfum að halda áfram að vinna í þeim málum á næsta ári. Þannig að og vanda okkur bara vel í því sem við erum að gera og stíga varlega til jarðar. Af því að við getum oft svolítið gleymt okkur í kapphlaupinu og metnaðinum og þá fyrir að gera mistök. Hvernig sérðu Suðurnesin fyrir þér á nýja ári? Svolítið kannski eins og ég er búin að vera að segja núna að það verður vaxandi ferðamannastraumur og það verður held ég mikill meðbyr. En í öllum meðbyr eru líka ákveðna svona krísur og jafnvel svona einhverjir núningar og ég vona bara að bæjarfélögin standi saman að því að vinna til dæmis með þennan ferðamannastraum og allir vandi sig hver í sínu sveitafélagi. Þannig vinnum við best saman. Þetta á ekki að vera spurningum um einhver barninga því að ég held að sameiningarmálin verði líka eitthvað til umræðu. Ég get ekki spá fyrir það hvernig þau fara en þau verða til umræðu og er náttúrulega að byrja að vera eitthvað leiti til umræðu en ekki að neinni alvöru.
og engar óformlega viðræður eins og maður hefur séð í fjölmiðlum og ritað hafa átt sér stað til dæmis í okkar sveitarfélagi og en þetta eitthvað svona umræða sem þarf að taka og það þarf að vanda hana og öldrunarmálin verða líka til umræðu og ég vona að verði meira en til umræðu, ég vona að þau verði til framkvæmda og við þurfum að ná sátt í ríkið í þeim málum af því þetta þeirra málaflokkur, ekki sveitarfélagin einungis. Sérðu ekki fyrir þér eitt stórt sveitafélag á Suðurnesjum? Á næsta ári? Nei, kannski í næstu kosningum. Veistu það, ég veit það ekki. Það er ekki búið að gera neina fýsileikakönnun á því hvort að það sé bara hvort það sé gott. Að því að maður hugsar að því ég starfa fyrir sveitafélagi Garð, ef ég hugsa Garðinn í því stóra samhengi, þá hlýtur alltaf sameining að þýða samvinna og eitthvað þá gott fyrir okkur líka. Og því miður hefur það bara verið þannig í gegnum tíðina að ég held að Garðmenn hafi ekki alveg fundið það. Það er það sem þarf að breytast og ef það á að sameina þá þarf að liggja algjörlega fyrir skýr sýn á uppbyggingu í hverju byggðarlagi fyrir sig ef það á að sameina. Og það er náttúrulega enginn að fara að segja já við sameiningu núna. Ég held ég kemist ekki inn fyrir Ellustekk í dag ef ég myndi segja já við sameiningu núna.